höldum áfram með föstudagsþáttinn sem að þessu sinni tekin upp hérna á R5 við Ráðhústorg á Akureyri. En hjá mér sestur Halldór Óli Kjartansson frá Markaðsstofu Norðurlands. Velkomin. Takk fyrir. Við ætlum aðeins að fabúlera sumarið sem framundan. Þið hjá Markaðsstofunni hljótið að vera eitthvað farin að undirbúa það. Já, það má svo sem segja við sem undirbúa sumarið allan veturinn og veturinn allt sumarið. Þetta alltaf verið að hugsa svona fram í tíman. Þannig að við erum búin að vera lengi að undirbúa það sem að koma skal og okkar þáttur kannski í því að kynna svæðið í heild sinni, allt Norðurland, allt árið kring og vissulega með áherslu kannski á veturinn svolítið, á varðandi þessa stærri ferðamannastaði. En jú, það er alltaf fullu. Það kom gríðarlegur fjöldi til Akureyrar og hérna allt í kring í fyrra sumar og væntanlega vona á töluvert fleirum í sumar. Erum við nægilega vel undir þetta búin hérna á Norðurlandi? Já, við sjáum líka mikið stökkum frá 2014 til 2015. Þá fáum við kannski svona fyrstu alvöru sveifluna til okkar eftir í rauninni að þessu uppgangur hófst fyrir alvöru 2010-11. Og já, ég vil meina það. Við erum búin að byggja upp faglega ferðaþjónustu á Norðurlandi. Við erum vissulega með staði sem að mikið af fólki sækir og það er ber að nefna til dæmis Mývatnssvæðið. Við þekkjum hvernig aðstæður eru þær en það er búið að byggja upp og við sjáum allan að það svæði getur tekið við mjög mörgum ferðamönnum og hefur gert það hingað til. Við verðum bara að sjá hvernig það þróast. Akureyri sem dæmi, þetta er flottur staður, það er nóg pláss hérna. Við sjáum það bara þegar við höldum til dæmis stórar bæjarhátíðir. Við getum alltaf þjónustað stóran hóp hverju sinni og þetta náttúrulega er til dæmis þjónustu bær, hefur verið það bara frá stofnun, þannig að það hjálpar til og svo lítum við líka vestur, þá erum við að sjá uppbyggingu allstaðar í ferðaþjónustu, bæði gistingu og afþreyingu og það er það sem að gera okkur meira tilbúin og er að búa til í rauninni meiri framleiði í greininni. Við erum að sjá fleiri afþreyingamöguleika og svo við tölum kannski bara aðeins það, þá náttúrulega er hvalaskoðun að eflast rosalega mikið til dæmis á þessu svæði. Við erum að sjá flutningsgetu á farþegum fara úr 100 manns í 400-500 á einu ári. Þannig að bara sú aukning er náttúrulega rosalega mikil og góð sem gefur til kynna að fólk er að undirbúa sig vel. Það er verið að gera ráð fyrir auknum ferðamannastraum og það er verið að undirbúa fyrirfram í staðinn fyrir að bregðast við eftir á. Það er mjög jákvætt og já, þetta er svona, ferðaþjónustan er að vera fjölbreyttari á öllu svæðinu. Það er svolítið skemmtilegt að sjá það. Það eru háværar raddir sem tala fyrir því að hér sé ekki, innviðin séu kannski ekki nægilega vel undirbúin og þá kannski sérstaklega bara hvað varðar einfalda hluti eins og salernisaðstöðu og svo heilbrigðisþjónusta. Myndirðu segja að fólk væri raunverulega að bregðast við og kannski í samtali við eins og Suðvesturhornið að læra af þeim þar? Já, alveg klárlega. Við náttúrulega erum að sjá stóra sprengju fyrir sunnan. Og hún er ekki að hafa eins mikil áhrif á okkur eins og hún er að hafa þar, þannig að við getum undirbúið okkur betur og ferðaþjónustan sjálf er búin að standa sér nokkuð vel, fyrirtækir sem að standa í því að byggja upp og sveitarfélögin. Við kannski þurfum að horfa frekar á innviði eins og samgöngur, jú, heilbrigðiskerfið, en kannski aðalega samgöngur í þessu samhengi, bara allt árið kring. Að því þú talar samgöngur, þá er ferðaskrifstofa sem ég held að heiti Discover the World að fara að fljúga beint Austurland til Egilsstaða. Heldur að það muni hafa áhrif hingað? Alveg tvímælalaust. Allar nýjar gáttir inn í landið hjálpa til og vissulega eru Egilsstaðir nær Norðurlandi heldur en Suðurland Þannig að öll svo auka trafík sem eru að koma inn annars staðar, það er bara til bóta og það bara stækkar kökuna. Það er oft talað svona ákveðin höfuðborgarhroka eða landsbyggðar minnimáttakend eða eitthvað slíkt. Heldurðu að núna, því að núna er ferðaþjónustan að vaxa svona mikið og allt í einu er landsbyggðin orðið svona svolítið eftirsóknarverður partur af Íslandi, þarna eru möguleikar. Er þetta að fara að breyta einhverju þar? Já, ég myndi allavega að segja það að við tekið það bútið fullt af fólki, alls konar fólki og áherslan er alltaf að vera skýrari og skýrari. Tökum bara sem dæmi þetta fólk sem er að ferðast á bakpokunum, á puttunum eða á hjólinu. Fólk sem er oft yngra og er að skoða heiminn og kemur svo aftur. Við kannski förum að detti það núna að fara að fá fólki sem er búið að skoða eitthvað og vill sjá meira. Það vill jafnvel kaupa meiri þjónustu og þekkir aðeins meira til og vill fara víðar. Þetta er ákveðin hópur sem ég held að við förum að sjá ennþá meira. Við sjáum líka bara hlutfall endurkomið farþega inn á þetta svæði, það er mjög gott. Það eru margir sem að koma hingað sem hafa komið áður til Íslands og sækjast þá til þess að koma hingað.
sem að segja okkur að einhvern veginn hefur það komist að því að það verður að koma aftur og verður að koma til okkur. Þannig að við höfum allan á góða vöru og það kemur aftur á samgöngunum, ef fólki getur bara flogið hérna beint, þá kannski kemur þið hérna fyrst. Það allavega von á fullt af ferðamönnum hingað norður og til landsins bara almennt í sumar. Já. Nú ert þú að starfa svona mitt í þessu öllu saman. Er stresslevelið mikið eða er þetta bara æðislega gaman? Hvernig upplifir þú þetta? Þetta er alveg æðislega gaman. Núna kannski ákveðin vertíð að fara í gang og fólk orðið svolítið sjóað í vertíðina, það veit við hverju það býst og það er ekkert mikið stress. Maður svona veit nokkuð hvernig þetta mun spilast út og það er búið að undirbúa, kannski búið að vera stress í vetur og fyrirtæki kannski að manna sína stöður og annað sko. Þannig að þetta er líka svona ákveðin vendipunktur og núna kannski sjáum við hversu mikið kemur aflausa trafík, hversu mikið við getum þjónustað þetta fólk sem ég held að sé bara fullt og bara hvað þetta endist lengi sko. Þetta er alltaf að stækka þessi sko háannatími. Hann var í júlí og ágúst og nú er hann orðinn svolítið maí, júní, júlí, ágúst, september og svona aðeins í október sko. Það er svona fer kannski svolítið eftir starfsemi en þarna er kannski svona þróunin sem við viljum sjá. Hvað er mikið að gerast akkúrat núna og hvað endist það lengi. Þá getum við líka farið að tryggja heilsu og störf og annað og þá er auðveldara að manna og skipuleggja næsta ár og halda upp í góðu þjónustustigi í rauninni. Það verður fróðlegt að fylgjast með þessu. Þakka kærlega fyrir komuna. Takk fyrir mig. Við höldum áfram með föstudagsþáttinn hér eftir augnablik.